Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna heldur aukafund á morgun vegna ákvörðunar Ísraelsstjórnar að yfirtaka Gazaborg. Þjóðverjar eru hættir að selja Ísrael vopn. Tollar Bandaríkjastjórnar eru steinn í götu sem þarf að finna leið framhjá, segir framkvæmdastjóri laxeldisfyrirtækisins Arctic Fish. Offramboð er á laxi sem stendur og verður lágt, en með haustinu gætu tollarnir farið að bíta. Forsetar Bandaríkjanna og Rússlands hittast líklega í næstu viku til að ræða vopnahlé í Úkraínu. Bandaríkjaforseti segir tímabært að binda enda á blóðbaðið. Danskir og íslenskir stuðningsmenn flugust á, piparúða var beitt og kömrum velt koll eftir leik Víkings og Brøndby í Fossvogi í gær. Ekki var talin þörf á sérstökum viðbúnaði á leiknum. Kökur í öllum regnbogans litum voru á borðum í Iðnó í dag á árlegri kökukeppni hinsegin daga. Undirbúningur fyrir gleðigönguna er á loka metrónum. Fjölmargar fyrirmyndir prýða vagn hinsegin félagsmiðstöðvarinnar. Gott kvöld. Erlendur ferðamaður lést eftir að hafa fallið í vestari Jökulsá í Skagafirði í dag. Tilkynning barst neyðarlínu slysið rétt eftir hádegi. Í tilkynningu lögreglunnar segir að endurlífgunartilraunir hafi ekki borið árangur og var maðurinn úrskurðaður látinn. Tildrög slysins eru til rannsóknar hjá lögreglunni. Heimildir fréttastofu herma að slysið hafi orðið við flúðasiglingar. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna kemur saman á morgun til að ræða ákvörðun Ísraelsstjórnar að yfirtaka Gazaborg. Fundurinn er að beiðni áheyrnarfulltrúa Palestínu og fleiri ríkja. Áheyrnarfulltrúi Palestínu hjá Sameinuðu þjóðunum segir ákvörðunina í trássi við kröfur alþjóðasamfélagsins, alþjóðalög og almenna skynsemi. Alþjóðasamfélaginu beri skylda til að bregðast við. Þá segir hann kannanir sýna að ísraelska þjóðin sé andvíg þessu. Our objective is to stop Israel from taking this extremely dangerous escalation, and I hope that we collectively would succeed in avoiding such a crazy, irresponsible, dangerous, vicious plans that the Israeli political leadership led by Prime Minister Netanyahu is contemplating to do at any moment. Ísraelsher hefur tekið völdin á rúmum 87% Gazastrandarinnar eftir innrás Hamas í Ísrael 7. október 2023. Rúmlega 1200 létu lífið í innrásinni og yfir 61.000 palestínumenn hafa verið drepnir af Ísraelsher á Gaza. Rúmlega 2 milljónir íbúa Gaza eru innan svæðisins sem Ísrael hefur ekki hertekið. Ákvörðun Ísraelsstjórnar að taka yfir Gazaborg þýðir að 1 milljón íbúar þar innan verða að færa sig til suðurs á eina svæðið sem ekki er hernumið. Benjamin Netanyahu og fleiri í ríkisstjórn hans lýsa svo áhuga á því að hernema Gaza að fullu. Engar áætlanir eru hvert íbúar Gaza eiga að fara. Róbert, hver hafa viðbrögðin verið við þessari ákvörðun Ísraelsstjórnar? Þau hafa verið hörð bæði innanlands og utan. Viðbrögð erlendra stjórnvalda eru öll á sömu leið, að Ísraelsstjórn verða að endurskoða ákvörðun sína og einbeita sér frekar að því að tryggja mannúðaraðstoð berist hratt og örugglega inn á Gaza. Það er kannski helst æpandi þögnin frá Bandaríkjunum sem vekur athygli. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, vildi engu svar það á blaðamannafundi í dag hvort að Bandaríkjastjórn hafi vitað af þessari ákvörðun fyrirfram. Og heima fyrir í Ísrael þá segja stjórnarandstæðingar áætlunina síst til þess fallna að bæta ástandið og fjölskyldur þeirra sem eru enn í gíslingu á Gaza óttast að þetta ákvörðunin sé dauðadómur yfir þeim. Einhver ríki hafa einmitt gagnrýnt og fordæmt og annað slíkt, en ætlaðu að grípa til einhverja aðgerða gegn Ísraelsstjórn? Þýskalandsstjórn er í raun svo eina sem hefur gripið til einhverja aðgerða. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, tilkynnti í dag að Þjóðverjar ætla að stöðva vopnasetningar til Ísraels sem ríki gæti notað á Gaza. Það væri sífellt erfiðara að átta sig á hvernig áætlanir hersins bara hjálpi þeim að ná markmiðum sínum.
Á meðan svo væri allir Þjóðverjar ekki að flytja inn vopn til Ísraels og Netanyahu hringdi í kanslarinn eftir þetta, sagði honum að hann væri nú að hjálpa Hamas með þessum aðgerðum og það sem Ísrael var að gera væri ekki að yfirtaka Gaza, heldur að frelsa Gaza undan Hamas og koma á friðsamri stjórn. En hvað er líklegt að gerist næst að Ísraelar láti þar við sitja að hertaka Gazaborg? Það virðist ekki vera, allavega virtist Benjamin Netanyahu gefa það í skyn í viðtali við Fox fréttastöðin í gær að hernaðinum lyki ekki þar. Are you saying today that you will take control of the entire 26-mile Gaza Strip, as it was 20 years ago to this month in 2005? Well, we don't want to keep it. We want to have a security perimeter. We don't want to govern it. We don't want to be there as a governing body. We want to hand it over to Arab forces that will govern it properly without threatening us and giving Gazans a good life. That's not possible with Hamas. 10 dagar sem Donald Trump Bandaríkjaforseti gaf Vladimir Putin Rússlandsforseta til að semja vopnahlé í Úkraínu eru liðnir. Bæði Putin og Zelensky Úkraínuforseti vilja fund með Trump að hans sögn. Bæði Bandaríkin og Rússland staðfesta að undirbúningur fyrir leiðtogafund ríkjanna hafinn. Hvorki komin tíma né staðsetning á hann. Trump sagði á miðvikudag að fundurinn gæti verið haldinn mjög bráðlega, mögulega í næstu viku. Steve Witkoff, sérstakur erindreki Bandaríkjastjórnar, hitti Putin fyrr í vikunni. Þar lagði hann til þríhliða fund Bandaríkjanna, Rússlands og Úkraínu. Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот для создания таких условий, к сожалению, пока далеко не. Zelensky sagði sjálfur í gærkvöld að það veri sanngjarnt að Úkraína fengi að taka þátt í viðræðum. Про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат, про всі можливості. Я вдячний президенту Трампу за відкритість до пошуку дійсно рішень. Ми в Україні впевнені, що цю війну можна закінчити тривалим миром. Але всі кроки мають бути дуже виваженими, саме такими, які спрацюють. Trump sagði við blaðamenn í Hvíta húsinu í gær að hann ætlaði ekki að setja Putin það skilyrði að halda þríhliða fund með Zelensky. Það eina sem skipti máli var að binda enda á blóðbaðið. Framkvæmdastjóri landeldis hjá Arctic Fish uggandi yfir tollum Bandaríkjastjórnar á íslenskar sjávarafurðir. Offramboð á laxi sem stendur og verður lágt, en með haustinu gætu tollarnir farið að bíta. 15% af afurðum Arctic Fish fer á Bandaríkjamarkað ár hvert, tæplega 18.000 tonn sem skilar 2 milljörðum króna. Framkvæmdastjóri landeldis segir hækkun tolla Bandaríkjastjórnar á íslenskar sjávarafurðir áhyggjuefni. Þetta dálítið kemur svo illa fyrir okkur af því að við erum náttúrulega í samkeppni. Þetta er stöðluð vara og það eru fleiri sem geta selt þetta heldur en við. Og sumir okkar samkeppnisaðilum eins og Kanadamenn til dæmis fá enga tolla og Chile fær 10%, Skotland fær 10%, Færeyjar fá 10%. Svo við erum strax þar konum með í smá óbalans með að keppa við þá og við þurfum að mæta því einhvern veginn. Kristján Rúnar segir að offramboð sé á laxi og markaðsverð lágt. Þó sé eftirspurn eftir íslenskum laxi að aukast, sérstaklega í Bandaríkjunum og í Kína. Arctic Fish hluti af Maui, stærsta laxeldisfyrirtæki í heimi, sem selur 600.000 tonn af laxi árlega. Við erum með víðfeðmt sölunett og við munum finna laxinum okkar markað. Það er bara spurning hversu dýrt það verður fyrir okkur að tapa þessum markaðshlutdeild í Ameríku. Nálægð Íslands við Bandaríkjamarkað gefi samkeppnisforskot á fjölda landa til skamms tíma, til dæmis Norðmenn. En við erum hræddir það þegar að líður á haustið þá svona sögulega þá hækkar verðið. Ég á ekki von á því að þetta eftir að brjóta okkur, en þetta er ákveðið eins og steinn í götu og við þurfum að vinna okkur fram hjá þessu. Ekki var talin þörf á sérstökum viðbúnaði í Víkinni í Fossvogi í gær, þar sem óeirðir brutust út eftir leik Víkings við Brøndby í gærkvöld. Danska liðið sendi bæði öryggisstjóra og öryggisverði til að gæta stuðningsmannana, en þeir réðu ekki við þá þegar upp úr sauð.
Lögreglumenn, öryggisverðir, íslenskir stuðningsmenn og klósettkamrar urðu fyrir barðinu á reiðum fótboltabullunum og ólætin enduðu í handalögmálum milli þeirra dönsku og íslensku fyrir utan sportbarinn Ölver í Glæsibæ, líkt og sjá má á þessu myndskeiði frá fréttastofu Sýnars. Einhverjir í stúkunni lenti í þeim, þar sem menn voru skallaðir við, skilst mér, og einhver hnefahögg. Íþróttafélög í samráði við lögreglu vinna almennt áhættumat fyrir hvern leik. Áhættan fyrir leikinn var metin lítil þrátt fyrir að stuðningsmenn Brøndby séu ekki endilega þekktir fyrir að vera til friðs þegar þeirra liði gengur illa. Þeir koma því sjálfur með öryggisverði á leiki, 4 talsins í þetta skiptið. Þá kom öryggisstjóri Brøndby hingað og kynnti sér aðstæður og við vorum í mjög góðu samtali hvernig við myndum framkvæma þetta. Þess að Brøndby valdi hverjir fengi að fara til Íslands til að vera í hérna megin í stúkunni, þar að segja away fans, og við heldum að þeir myndu kannski velja skál. Lögregla byggir áhættumat sitt meðal annars á gögnum frá Evrópska knattspyrnusambandinu UEFA. Þá haldinn öryggisfundur á leikdag þar sem farið yfir helstu atriði með lögreglu. Hún mætir ekki á fundin á leikdegi sem hún hefur alltaf gert og var búin að staðfesta komu sína. Ég veit ekki af hverju það gerist og ég hef svo sem ekki leitað eftir skýringum af því. En það er svona hliðar skemmtileg saga að þeir mætti samt til að sekta bílana hérna fyrir utan. Að sögn lögreglu misfórst að mæta á fundin en að þær upplýsingar hafi fengist að skipulagið fyrir leik yrði óbreytt. Stuðningsmenn Brøndby mega búast við banni við að mæta á leiki en óvíst hverjar afleiðingarnar verða fyrir þá íslensku. Ég ætla ekki að segja að við höfum að allir stuðningsmenn Víkings hafa verið alsaklausir af einhverju, en þetta svona eins og í ofbeldissambandi. Þú getur ekki afsakað ofbeldi með því að einhver hafi sagt eitthvað við þig. Það er bara no-no. Og pínlegt og heimskulegt meðal þess sem danskir fjölmiðlar hafa uppsteytin að segja. En sigur Víkings var þrátt fyrir allt frækinn og Víkingsmenn eru ekki að stressa sig á að slökkva á skjánum sem sýnir lokatölur 3-0. Félag sauðfjárbænda hefur áhyggjur af starfsskilyrðum bænda í ljósi lítillar hækkunar á afurðaverði í haust. Samkvæmt útreikningum frá bændasamtökunum vantar 400 krónur á kílóið í komandi sláturtíð til að verð fyrir dilkakjöt standi undir kostnaði eftir að tekið tillit til afurðatekna og búvörusamninga. Það voru væntingar til þess að það kæmi fram meiri hækkun. Svona í allra minnsta það myndi fylgja verðlagshækkunum og það náttúrulega eitthvað að. Í atvinnugrein þegar við getum ekki verið að hvetja börnin okkar til að koma inn. Bændur bundu margir vonir við að hagræðing kjötafurðastöðva hefði áhrif á verðlagið. Í mars lokaði Kjarnafæði norðlenska starfsstöðinni á Blönduósi. Og það voru ákveðnar væntingar til þess sérstaklega hjá bændum á Norðurlandi að fara að sjá árangur af þeirri aðgerð. Þannig að þetta eru bara vonbrigði. Og hvað þarf þá að gerast svo að það verði einhver nýliðun og líka bara svo að það sé hægt að lifa á þessari atvinnugrein? Starfsskilyrðin umhverfið þarf að batna. Afurðaverðið þarf þess vegna að hækka. Nýjir búvörusamningar þurfa eiginlega að taka á því ætlum við að vera með matvælaframleiðslu í þessu landi sem byggð á því að menn geti bara lifað af því sem þeir eru að gera. Ásta segist hafa áhyggjur af öllu því unga fólki sem hafi áhuga á að hefja búskap. Það heyri bændum núna út allt land og það eru bara sögur af fólki að fækka og fólki að hætta. En lítið það að þessi ungt fólk að koma inn og hverjum sem kemur inn fagnað en samt með aðeins svona kvíða í hjarta, þú veist, á maður að vera óska fólki að starfa við þetta. Hinsegin dagar eru í fullum gangi og eru viðburðir haldnir víða borgina. Hinn árlega regnboga kökukeppni var í Iðnó í dag þar sem ungmenni fengu að láta ljós sitt skína. Og þau eru að dæma núna fyrir frumlegustu kökuna, bestu kökuna og mest hinsegin kökuna og metnaðarfyllstu kökuna. 5 keppendur á aldrinum 13 til 17 ára öttu kappa þessu sinni með 4 kökur, hver annari litríkari. Þetta voru svona fjölbreyttar og ólíka kökur og við náttúrulega fílum mjög mikið fjölbreytni. Þetta var eiginlega bara einróma. Já, ég myndi segja það. Og þær voru allar mjög ólíkar, þannig að það var einhvern veginn svona auðveldar að ná sérkennum hverjar og einnar köku. Ég var svo svangur að ég var ekkert að pæla því, ég bara guffaði í mig. Þú varst að fá verðlaun í dag, í hvaða flokki varstu?
mest hinsegin. Hvað það sem gerir kökuna þeirra svona mest hinsegin heldurðu? Regnbogarnir. Fullt af þeim. Ég með lesbíska bombu eins og dómarinn kallaði hana. Og hvaða máli skiptir það að hafa svona keppni fyrir unga fólkið í samfélaginu? Það skiptir miklu máli að allir hitti hvort annað og viti á öðru fólki sem eins og þau. I see how it is, okay? Já, stóri dagurinn að renna upp, gleðigangan verður farin á morgun og undirbúningur í fullum gangi. Til dæmis hér í hinsegin félagsmiðstöðinni. Hrefna Þórarinsdóttir, hvað það að gera? Herðu, hér aldeilis allt á fulli. Við erum að undirbúa vagnin okkar, erum að taka þátt í 6. skipti og þetta eitthvað sem að krakkarnir eru búin að vera að vinna að bara alla vikuna hörðum höndum. Já. Og segðu mér aðeins frá þessum fyrirmyndum. Við erum til dæmis hérna með Önnu Kristjánsdóttur. Já, þau eru að vinna með fyrirmyndir bæði íslenskar og erlenda fyrirmyndir sem að þau hafa safnað saman. Og þetta er bara svona fólk sem hefur skipt máli fyrir þau sem hinsegin ungmenni, hvað sem það er að ryðja brautina eða bara vera kekkjuð. Og þetta eru ungmenni hvað, 13 til 16 ára? Já, og bara af öllu höfuðborgarsvæðinu og víðar. Og við erum með opið alla þriðjudaga frá 7:30 til 10. Og bara hér gerast algjöru töfrar. Einmitt, það eru algjöru töfrar að gerast hér. Hérna er Snæ Humadóttir. Þú ert að mála þína fyrirmynd. Já, þetta er David Bowie og hann er bara mín helsta fyrirmynd í hinseginleikanum og kannski bara lífinu. Og hann hefur fylgt mér í gegnum bara bæði og já, bara mín helsta fyrirmynd held ég. Hvers vegna hefur hann haft svona mikil áhrif á þig? Hann var bara rosa mikið hann sjálfur í öllu sem hann gerði. Og bara leyfði engum að segja honum að vera nokkuð annað og sem bara ómissandi í þessum heimi. Og ertu spennt fyrir morgundeginum? Besti dagur ársins á morgun, ég er svo spennt. Ég bara, já, mikilvægasti og besti dagur ársins. Það var samlegt, góða skemmtun. Það er kannski ágætt að minnast á götulokanir í miðborginni sem taka gildi klukkan 8 í fyrramálið. En það er meira að vera með vísan í gleði. Samstarfskona mín Rebekka er komin til Þorlákshafnar og mér skilst að þar sé búið að skreyta allt í bak og fyrir. Já, heldur betur. Hér hefur hverfinu verið skipt upp eftir litum og íbúar skreytt í samkvæmt því. Hér verða hátíðarhöld yfir alla helgina og klukkan 7:30 þá byrjar skrúðgangan sem að Lúðrasveit Þorlákshafnar leiðir. En hér hjá mér er Skafti Flósason, verkefnastjóri hátíðarinnar. Hvernig hafa hátíðarhöld gengið? Þau hafa bara gengið vonum framar, það sem af viku og nú er bara brostin á sól og blíða hér í öllu Ölfusi. Þannig að það er bara mikil tilhlökkun með skrúðgönguna og að halda áfram síðan í viðburðina yfir alla helgina. Og hvers vegna er mikilvægt að halda svona bæjarhátíðir? Þetta er náttúrulega bara tenging, bara menning og íbúar tengja saman í þessu og það er þetta sem gefur náttúrulega samfélagi og bæjarfélagi gildi og hækkar raunverulega öll stöðugildi sem hægt er að fara úr. Og það hefur verið dagskrá síðan á miðvikudaginn. Hvað hefur verið svona í gangi? Við byrjum á þriðjudaginn með leikhópinn Lottu. Við reyndum að færum okkur aðeins inn þá, það var alltaf smá vindur og svona. Þannig að það var örugglega Íslandsmet sett með höfðatölu, hvað var mikill fjöldi þar. Svo erum við búin að vera með sundlega partí og í gær var harmonikuball og yndislegir gardtónleikar hjá fjölskyldu hér, Róbert og Guðlaugu. Þannig að það er búið að vera svona ýmsu á móða og svo höldum við bara áfram núna og bara nú fer skrúðgangan, fer beint í fallega skrúðgarð hér í Þorlákshöfn. Og þar eru glæsileg dagskrá í tjaldinu. Þar eru Væp og Emilía Hugrún ásamt KK og Herran Heitusmjöri og svo svona léttur dansleikur með Babies-flokknum. Annað kvöld, á morgun er síðan frábær barnadagskrá, það sem að íþróttaalvörinn og margir fleiri koma fram yfir daginn, fornbílar og fleira og svo eru stórtónleikar annað kvöld með öllum þessum helgum. Takk fyrir þetta, Skafti. Við ætlum að fá að enda á hljóðameina frá Lúðrasveitinni.
Nemendur Háskóla Íslands fóru sjóleiðina að Bessastöðum í dag þrátt fyrir mikinn mótvind. Ferðin liður í námskeiði þar sem lögð rík áhersla á gildi þess að læra utandyra. Markmið með ferðinni að gera náttúruna mikilvæga í menntun og að upplifa hana í og við hafið. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, tók á móti þeim. Boðið var upp á kaffi og kræsingar á Bessastöðum. Þetta ákaflega skemmtilegt að standa hérna í hlaðinu og fá hérna fólk sjóleiðina á Bessastöðum. Það hefur ekki gerst frá því að við komum hingað og fallegur dagur og þau dugleg fengu nú alveg dálítinn mótvind á leiðinni en komust alla leið og ég fagna þessu framtaki mikið. Ég hef verið að tala fyrir því að við aukum tengslin við náttúruna okkur sjálf hvert annað með meiri útivist og útiveru og breytum því svolítið hvernig við kennum unga fólkinu okkar að líða vel og læra vel. Og við erum að tala fyrir því að við erum að gefa ungu fólki í Íslandi, börnum og unglingum, ungu fólki kosta að vera úti, en það er gott fyrir okkur. Já, blés aðeins á sjófarendur en lítum á framhaldið. Norðanátt hefur leikið landið í dag og verið nokkuð stíf á köflum landið vestanvert. Hiti komst hæst í 18 stig á Suðurlandi en norðanlands voru hitatölur víða á bilinu 8 til 10 stig. Hægari vindur í kortunum fyrir morgundaginn með björtu veðri sunnan og vestan til og gætu hitatölur slagað nærri 20 stigum sunnanlands á morgun. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Íslandsmótið í golfi hélt áfram í dag og keppendafjöldinn verður skorið niður að keppni lokinni í kvöld. Danskur fótboltasérfræðingur segir gærkvöldið eitt að myrkasta í sögu dansks fótbolta. Brøndby tapaði þá fyrir Víkingum hér heima í forkeppni sambandsdeildar karla í fótbolta. Og mikill hiti gerði keppendum erfitt fyrir á HM íslenska hestsins í Sviss í dag en Íslendingar eignuðust annan heimsmeistara. Rifjum upp helstu atriði frétta. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna heldur aukafund á morgun vegna ákvörðunar Ísraelsstjórnar að yfirtaka Gazaborg. Þjóðverjar eru hættir að selja Ísrael vopn. Tollar Bandaríkjastjórnar eru steinn í götu sem þarf að finna leið framhjá, segir framkvæmdastjóri laxeldisfyrirtækisins Arctic Fish. Tollarnir gætu farið að bíta með haustinu. Forsetar Bandaríkjanna og Rússlands hittast líklega í næstu viku til að ræða vopnahlé í Úkraínu. Bandaríkjaforseti segir tímabært að binda enda á blóðbaðið. Danskir og íslenskir stuðningsmenn flugust á, piparúða var beitt og kömrum velt koll eftir leik Víkings og Brøndby í Fossvogi í gær. Ekki var talin þörf á sérstökum viðbúnaði á leiknum. Þessum fréttatíma að ljúka. Nýjustu fréttir okkar birtast alltaf á vefnum rúv.is. Síðan má alltaf senda fréttastofunni ábendingar á netfangið fréttir@rúv.is. Njótið helgarinnar, verið sæl.